Góða kvöldið, góðir áhorfendur Sport TV. Verið velkomin hér í beina útsendingu frá Egilshöllinni. Hér að fara að hefjast leikur Breiðabliks og Víkings í Bós-mótinu 2016. Smá tæknimál hérna, ok, þetta er komið. Eins og ég segi, það er Víkingur Breiðablik sem er að fara að hefja leik í þessu móti. Það eru búinir að vera ein umferð og þetta er önnur umferðin í mótinu. Og hér er allt að vera klárt. Tómas Mæri heiti ég og með mér að sjálfsögðu er Tryggvi Guðmundsson. Tryggvi, hvað segjum við í dag? Herru, við erum bara góðir, eða ekki? Já, ég er mjög fýtt sko. Já, ég er ágætur. Og það er hérna, þessi lið, Víkingar er að spila sinn fyrsta leik í þessu móti. Breiðablik er búinn að spila við Fjölnir og það fóru leikar 2-2 í þessum riðli. Það er nú menn hérna á reynslu hérna hjá hérna Víkingum. Nafnið sem við fengum var Jerry sem er í hafsendinum og svo er miðjumaður sem heitir Stranicja og kemur frá Serbíu. Þekkirðu eitthvað til í þetta, Tryggvi? Nei, alls ekki. En það verður fróðlegt að fylgjast með þeim. Ég hef ekki séð þessi leikmenn spila áður, eðlilega. Þessi Jerry er búinn að vera eitthvað í Bandaríkjunum að spila. En þetta er akkurat tími til að hafa þetta, en þá kemur hann Örvar Eggertsson, leikmaður nr. 10, strákur sem var að ganga í liðs við Víking frá FH. Þannig ég sé miðári í öðrum flokki. Já, það passar. Hann efnilegur strákur úr góðu starfi FH og er kominn til Víkinga. Þá koma Víkingar, það er Alexander Freyr, sendi ykkur hérna og þannig hefði nú hann Örvar Eggertsson átt að gera aðeins betur, Tryggvi, eða ekki? Jó, þetta var ekki nógu góð fyrsta snerting hjá honum. Hún var of löng, hann hefði nú bara getað touchað þetta pínulítið og tíjað sjálfans upp fyrir gott skot en mista nú langt frá sér. Það er nú þannig hérna að við förum yfir lið Breiðabliks og þá er Hlynur Örn Hlöðversson í markinu, síðan er Örvar Freyr, Aron Kári, Alfons, Davíð Kristján, Óskar Jónsson, Andri Rafn Jómann, Willum Þór Willumsson, Atli Sigurjónsson, Arnar Gauti Ragnarsson og Höskuldur Gunnlaugsson. Þetta er byrjunarliðið hjá Blikum. Þjálfari er Arnar Gettarsson og honum til aðstofar er nýr í brúnni þar. Það er Sigurður Víðisson, margreyndur þjálfari, Tryggvi. Já, hann er mikla reynslu úr yngri flokkastarfi. Kvennastarfi. Bliki, hann er uppalinn Bliki. Nú liðið hjá Víkingum í kvöld hérna er þannig að Kristoffer Karl er í markinu, síðan er það Davíð Atla, Guðlaugur Fannar, það er Jerry, Ívar Jónsson, Stranicja, Dóri Snorrason, Alexander Freyr Hilmarsson, Valdimar Ingi, Örvar Eggertsson og Erlingur Agnarsson. Þetta er byrjunarliðið hjá Víkingum og þjálfari er Milos Milicevic. Þá koma Blikar, Atli Sigurjónsson, nei. Hvað, Tryggvi, ég hef oft verið að velta fyrir mig þegar svona gerist. Hvað er maður gæðin að hugsa? Já, nei, ég veit það ekki. Þetta var alls ekki gott skot. Hann hefði nú kannski getað tekið hann niður og gefið sér aðeins meiri tíma í þetta. Þetta var svona einhvern veginn, já, hann hefði enga trú á þessu sjálfur og var einhvern veginn bara að vona það besta en þetta var ekki gott. Nei, þetta var ekki gott, þess vegna spurði. Þá koma Blikar, þá var Víkingar. Valdimar Ingi hérna númer 4. Þá koma Blikar, númer 21 hjá Blikum er Aron Kári Aðalsteinsson. Já, ég geta hægt á hvað gerist þarna, já. Það er markmaðurinn sem tekur þetta, Kristoffer Karl.
Það er nú bara þannig góður áhorfendur að við erum ekki með beina leikskýrslu hérna fyrir framan okkur. Við erum búin að króta þetta svona einhvern veginn niður og fá upplýsingar, þannig að það getur vel verið að við séum ekki alveg að fara með rétt nöfn hérna Tryggvi eða eftirnöfn. En allir okkur sé ekki bara fyrirgefið það. Ég held þú sért alveg með þetta sko. Ég heyrist á öllu. Já, ef þú ert ánægður þá er þetta ekki. Og þá koma blikar. Númer 14 er Willum, nei, hann er númer 18 sem við ætlaði að tala um, sonur Williams þjálfara KR-inga, fyrirverandi alþingismann. En númer 14 er Óskar Jónsson. Það var allir sendingu hérna yfir á Davíð Kristján. Höskuldur Gunnlaugsson. Þetta var rétt, Höskuldur losaði sig við boltann og ætlaði svo að hlaupa af stað en hérna var hindraður og eðlilega var aukaspyrna dæmd. Gunnar Jarl alveg með þetta. Gunnar Jarl er dómari hérna, með honum er Andri Vigfússon og hinn. Það verður skipt um bolta. Sendingin á Andra Jómann. Tippar hann hérna inn og það er Höskuldur. Þá kemur Willum. Já, það vantar hér auðvitað nokkra leikmenn sem að bæði við og aðrir kannast við. Gulli markmaður er til dæmis bara hér upp í stúku að horfa á og Damir sömuleiðis. Damir er meiddur. Damir er meiddur. Og Ólafur Sigurjónsson er meiddur líka. Hitti þá hérna áðan. En það hafa nú ekki verið mikla breytingar á þessum tveimur liðum frá því hérna tímabilinu lauk í október. Það er já, Arnór Sveinn Aðalsteinsson er reyndar farinn til KR en hann var nú meira og minna á bekknum í sumar. Já. Byrjaði sem fyrirliði liðsins og hérna lendi svo í meiðslum að mig minnir og kemur svo einhvern veginn ekkert inn eftir það. Alfons bara hirti hægri bakvarðarstöðuna og gerði það vel. Og gerði það vel. Hann er farinn í KR og Kári Ársæls er hættur. Flugumferðarstjórinn, það er nóg að gera þar. Hinum megin er Igor Taskovits náttúrulega. Hann var fyrirliði liðsins að einhverju... Já, öllu leyti bara held ég. Öllu leyti, já. Já. Hann er hættur. Já. Hann var orðinn of gamall og þungur að mati þeirra, allavega fyrir hérna Pepsi-deildina. Og svo náttúrulega Óttar Magnús Karlsson, hann var að skrifa undir hjá Molde núna bara í vikunni. Já. Og sko honum til hamingju með það og vonandi það gangi upp á honum. Og svo er náttúrulega hérna fleiri, hérna, þeir eru búin að lána Kristoffer Pál í Káa. Já, passar. Og Ían Viljámsson, hann er samningslaus. Já, en það er ekkert komið inn, er það ekki rétt fyrir mér? Hjá báðum þessum liðum. Nei, það er ekkert komið inn og Jonathan Glenn er náttúrulega ekki hérna heldur, hann er bara í sínu heimalandi held ég. Svo er hérna Daniel Bamberg. Já. Hann er samningslaus. Það er óvíst með hann. Og Ellir Hreinsson líka held ég. Það ekki. Það er allavega ekkert komið sko, þú veist það getur breyst en það er ekkert komið ennþá en allavega við erum með þessa niðurstöðu. Hann er komin inn á aftur hérna leikmaður nr. 15 hjá Breiðablik. Davíð Kristján Ólafsson lenti hérna í smá samstöðu við Örvar. Dóri tekur þetta bara svona. Já, það var kraftur honum þarna, fín pressa og var á undan í boltan. Já, við ætlum kannski að gefa þessum mönnum auga sem að eru hér á træl. Hérna er annar, Stranica, serberskur og svo er Jerry hérna í miðverðinum. Með boltan akkurat núna.
bara nummer 6. Og nú eins og Tryggvi Róbert Örn ekki í markinu hjá Víkingum, hann líka bara hérna niðri, reyndar á bekknum. Já, og enginn Gary Martin náttúrulega, það hérna, hann nú Víkingur, það ekki, eins og staðan í dag. Hann ekki hérna koma að blika hvað gerist. Æjæj, Willumsson, Willum Þór Willumsson. Þetta gott færi. Mjög gott færi. Jú, Gary Martin ennþá leikmaður Víkings og hérna, ég átti nú spjall við Mílós hérna áðan. Og hann bara að hvíla, hann búinn að vera lengur, norska deildin var að klárast og hann bara í hvíld. Nú markurinn hjá hérna Breiðabliki Hlynur Örn Löfusson. Hann spilaði hluta með Grindavík í fyrra. Fyrir hlutan með Grindvíkingum. Kom svo heim og var á bekknum fyrir Gulla seinni hluta mótsins. Það koma blikar. Davíð Kristján sendi ykkur hérna fyrir og Davíð Atlason. Já, þetta bara, þetta ratar. Örvar sendi ykkur hérna. Já, hvað gerist hérna? Já, vel gert. Vel gert Jóhann Kári. Og Valdimar Ingi hérna í baráttunni. En það Tryggvi, það samt búið að vera svona, myndi ég segja, frekar rólegt á þessum svokallaða markaði. Íslenska markaði. Já, það ekki? Það svona 1 og 1 náttúrulega, en hérna... Ekkert svona big news, eða þú veist hvað ég meina, surprise? Nei, ekkert surprise. Það nú bara nóvember ennþá, þannig að þetta auðvitað svolítið tími ungu leikmannina að fá að láta ljósitt skína og þá kannski meta þjálfararnir aðeins út frá því hvað hvort að þeir séu klárir á stóra sviðið og hvort þeir þurfi að bæta vissi í þeim stöðum og þannig að svona í janúar sem þeir fara að kötta þetta niður. Já, líklega janúar, febrúar þá kannski cirka bát en þetta bósmót einmitt mjög gott mót fyrir þessi lið Þetta það og við það næstu leikir í bósmótinu eru á þriðjudaginn, hann reyndar ekki í beinni en svona atriði úr leiknum verða sýnd á vef sporttv.is. Síðan eru við hérna í bósmótinu á laugardaginn eftir rúma viku. Tæpa viku, það sem að KR og FH eigast við klukkan 17 og við verum með þann leik í beinni. Fyrir daginn að Fjölnir Víkingur klukkan 11. Flott spil hérna hjá blikunum. Jæja, þetta fór þó á ramman. Já, en þetta var lélegt skot. Þetta verður náttúrulega að sitja í annarkvort hornið, ekki beint á markmanninn og hann fekk fínan tíma hérna til að munda vinstri fótinn og þá átti ekki að setja hann beint á markmanninn. Þarna eru konið smá vandræði Víkingarnir, þeir leysa þetta, vel gert. Það var Jerry. Ég veit ekki meira með hann hvað hann heitir. Jerry bara fínt sko. Jerry bara mjög fínt. Það var Willum Þór Willumsson, Andri Jómann. Það kemur Óskar Jónsson og þá var það Höskuldur. Andri, hvað gerir Andri? Gefur hérna til hægri á Atla Sigur Jónsson. Kemur Atli hérna inn á, sendi fyrir en þetta bara ekkert. Nei, spurning hvort að Höskuldur hefði átt að taka hlaupið þarna og þetta var svo sem ekkert vitlaust hjá Atla. Vantaði hlaupið. Höskuldur einmitt hérna mættur til leiks og skoraði einmitt annað markið á móti Fjölni í 2-2 leiknum í þessu sama móti og það fór lítið fyrir honum í sumar og það vonandi að hann hérna sýni eitthvað í vetur og springi út
næsta sumar. Þá koma Víkingarnir. Strákurinn átti að nú bara skjóta held ég, Erlingur Agnarsson. Davíð Atla á Strahinja. Sæfriðskur leikmaður er á reynslu hérna hjá Víkingum. Sendingan, þetta er vel gert hjá Davíð Kristján nr. 15. Gunnlaugur Fannar, Strahinja, Jerry. Þá koma Blikar. Óskar Jónsson með númer 14 með sendingu á Höskuld en það verður ekkert úr þessu og þá kemur Davíð Atlason. Léleg sending tilbaka. Þetta var lélegt. Númer 7 hjá Víkingum Alexander Freyr Hermannsson. Þá koma Willum og Andri. Andri er fyrirliði hér í kvöld. Komin í nýtt númer 2. Já, það er bara eins og í síðasta leik sko. Númerin eru einhver aukatriði núna sko. Það er hérna nýju treyjurnar eru ekki komnar í hús sko, þannig að það er bara líklega að tekið það sem er til. Já. Það var Andri átti flott sísón í sumar. Já, mjög gott sísón og hérna. Og kemur Atli Sigurjóns. Hvað gerir Atli? Hann er með hann að menn með sér. Já, hann á að koma með þennan fyrr. Já, kom með þennan bolta fyrr. Við sammála hérna félagarnir. Það var Höskuldur. Það gerir Höskuldur, hann með skotið og já, hann, Kristoffer Karl tekur. Hann átti að koma fyrr hann í hornið og það var svona óþarfa finta eitthvað. Tempóið var þannig að hann átti bara að koma með strax út og þá hefði fyrirgjöfin getað komið fyrr og þá væru Víkingarnir ekki kannski í sama balans að þeir voru í þegar fyrirgjöfin kom. Það munar oft sekundur í þessu. Alfons, góður skotmaður. Já, hann eiginlega svona eitt af svona surprise-unum í sumar, það var hann. Já, hann kom sterkur inn og ungur efnilegur og það er nú verið að skoða hann. Það er hérna liði í Svíþjóð meðal annars að bera vígjurnar í hann. Veistu hvaða lið það er? Já. Máttu ekki segja það? Ég má ekki segja. Jú, er það ekki Norrköping? Norrköping. Minnir það? Já. Þá koma Víkingarnir. Gulli. Þetta var mjög glóruleg sending. Koma Breiðabliksmenn. Blix, sem var þessi gaman að kalla á. Leikmann nr. 14 hjá Breiðablik er Óskar Jónsson. Þá hérna með 2 Andri Jómann. Gefur hérna á Óskar. Sendi hérna í horni frá Óskari á Davíð Kristján. Það er ekki verið á þetta. Já, Tryggvi, hvað er svona 17 mínútur búnar? Já, það er lítið að gerast sko. Það er Hvað er að frétta? Blikarnir hafa fengið sín færi. Það er Willum fekk gott færi og Atli annað gott færi og þeir eru svona nær því að skora heldur en Víkingarnir en ekkert eitthvað svona ekkert eitthvað risastórt að gerast hér. Nei. Þeir eru líka öruggari á boltan Blikarnir og þeir hafa svo sem alveg verið þekktir fyrir það. Það sem vantaði upp á hjá þeim í sumar var bara markaskorun. Það var enginn sem var afgerandi í því. Þeir svona
stjórnuðu leikjum meira og minna og flott og fallegt spil en þegar það kom að tega andstæðingarna þá var svona frekar lítið að frétta því miður fyrir þá. Já. Allt þetta lofaði góðu lengi vel. Sending fyrir Ingi sem tekur boltan. Kemur Davíð með sendingu hérna fyrir. Það er Höskuldur. Það er markspyrna. Andri Vigfússon línuvörður og alþjóðlegur fútsaldómari, Tryggvi. Já, hann er hrifinn af fútsal. Varst þú ekki í landsliðinu í því? Jú, segjum við. Fyrsta og síðasta landsliði fútsal, held ég. Varst ekki þú og Gummi Steinars og... Jú, margar. Allt ykkur eldgamlir kalla? Margar kempur. Og Willum þjálfari? Þetta voru ekki bara gamli kallar. Nei. Þórarinn Ingi var þarna og hérna fleiri góðir. Já, og Willum þjálfari. Já. Ekki gleyma því. Já, það er hreinsað þessu frá. Það er leikmaður nummer 19. Erlingur Ragnarsson sem að hérna kemur. Það fínasta svona Arnar Gauti Ragnarsson. Óvart finta hjá honum. Það gerir. Hann ætlaði nú að... Úps. Það er ekkert á þetta. Nei. Arnar Gauti, ef þetta tekist hjá hann, þá hefur þetta verið helviti gott. Mjög gott, segi ég. Já. Hann ætlaði nú að senda bolta á samherja en það heppnaðist ekki en úr var þessi fínasta finta hjá honum og hann kom sjálfur sér í gegn. Dóri Snorrason. Alexander, þetta ratar ekki á réttan og númer 21 er Aron Kári Aðalsteinsson. Þá er Atli Sigurjónsson. Akureyringurinn. Þannig kemur hann með sendinguna á réttum tíma. Og hvað gerist þetta? Nei. Jerry, Ben and Jerry, hann klárar þetta. Þetta er vel gert hjá Atla þarna. Hann kom með sendinguna á réttum tíma og Alfons var kominn í hlaupið og... Þetta vildum við sjá á hann, sko. Þetta var það sem við vorum að ræða. Jerry hann í einhverjum smáægilegum vandræðum eins og maður segir. Já, Blikarnir eru með kontrólið á þessum leik algjörlega og hérna stjórna þessu og stýra eins og þeim einum í lagið. Já. Tryggvi, ég er með smá fréttir hérna. Já. Að aðstoðardómari nummer 1 heitir Bryngeir Valdimarsson. Já, þetta eru bara frábæra fréttir. Takk fyrir það. Já. Þá er það komið til skila. Já, Breiðablik, þetta er svona aðalinn hjá Breiðablik. Þeir eru allir upp við þetta. Geta látið boltan ganga. Fín pressa hérna hjá Blikunum. Pressa hátt og gefa Víkingum engan tíma. En Víkingarnir leysa vel úr þessu og hérna nú bakka þær aðeins Blikarnir og sjáum hvað þeir gera hér. Já. Það er Gaufa þarna með boltan, Aron Kári. Úps,
hættuleg sending þarna. Sending og hvað? Skot? Nei, þetta fyrir í. Og Örvar í með færi þarna. Líkanir. Fór þetta. Já, þetta var Elvar. Þetta var mjög döpur sending þarna á hættulegum stað og Víkingarnir ekki alveg nógu öflugir að refsa þeim fyrir þetta. Of lengi að athafna sig. Já. En fá horn. Já. Á hættulegum stað. Stór hættulegum stað. Ég var alltaf að hlaupa hann eitthvað í en jú, heyrðu. Hvað? Þetta var svona hálf. Útskýrðu þetta setna Tryggvi? Ég mun aldrei geta útskýrt þetta. Já, ok. Dorri með skotið og þetta er beint í hendurnar á Hlyn Orra. Hlöðu sinni. Hlyn Erni. Davíð Kristján. Vel gert hjá honum. Davíð Kristján sendingu hérna fyrir og Willum hann í baráttunni og Atli Sigurjóns, hvað gerir Atli Sigurjóns? Þetta er glæsileg markvarsla, hvað gerist þarna? Já, þeir ná þessu. Þetta heldur áfram hérna, Andri Jómann. Sendingu hérna yfir á Atli og Etla en Ívar Jónsson kemst þarna fyrir. Þá koma Víkingar, þetta var góð sókn. Já, Atli náði þarna fínu skoti og vel varið. Já, Kristóferi Karli. Blikar, Andri Jómann. Hérna er Höskuldur alveg laus. Höskuldur laus hérna og það er ekki Arnar hann inn í teignum. Hvað gerir Höskuldur? Hann tekur skotið, reynir skotið og Andri Jómann, hann tekur skotið en þetta er laflaust og Kristófer Karl ekki í neinum vandræðum með þetta. Tryggvi, þetta var svolítið illa að fara með kannski en... Já, Höskuldur gerir einn ágætlega og sker hann inn en nær ekki skotinu og... Kannski tala um Andra sko. Já, hann hefði mátt gera betur. Ég var að veltaði fyrir mér, Tryggvi, var Mílos búinn að ráða aðstoðarþjálfara? Nei, það er ekki orðið staðfest en það er svona, Viktor Bjarki er nú talinn líklegur held ég. Og þá mun hann leggja skóna sína frægu á hilluna. Það er aukaspyrna. Já, það er... Hérna fá Víkingar aukaspyrnu, þetta er... Já, Ívar Jónsson þetta sko. Ívar er mættur. Þetta er svona kannski spurning hvort að þetta... Já, þetta er alltaf eitthvað fyrir örfætt. Ég var svona að velta fyrir mig hvort það væri fyrir réttvættan eða örfættan en ef að Ívar er klókur þá situr hann yfir vegginn en hann fær ekki að taka þetta. Nei. Og þetta fer bara í vegginn í staðinn. Það var Alexander Freyr Hilmarsson sem tók þetta og... Ekki góð spyrna, beint í vegginn. Beint í vegginn. Víkingarnir þá erum við með svona hníð skemmtilega sendingu í gegn í hnénu hnéð þetta og þá koma þeir leysa bara þessu Blikarnir Óskar Jóns þarna í smá vandræðum kom sér í þau sjálfur í rauninni en þeir leysa þetta Blikar og þá koma þeir hérna það er Óskar Aron Kári og þetta er svolítið hættulegt spil hérna hjá Blikunum finnst mér og þá koma Erlingur þarna á Erlingur að bíða aðeins með Örvar með þessa frábæru sendingu hérna það var Valdimar Ingi þarna sendingi frá Örvari var alveg frábær Já en málið er sko
Elli sem að bera upp boltan, hann á að skapa meira 2 á 1 og bíða eftir, hann gefur of snemma á Örvar. Hann á að bíða, hann á að fara eins nær varnarmanni Blikana, fá hann í sig og gefa svo á Örvar, þannig að Örvar fá hann fyrir fram að sig og einn í gegn. Hann eiginlega situr hann sko á bak við Örvar sem að koma í hlaupið og allt of snemma. Þannig að það verður svona dóminu áhrif eins og við sáum út frá því. En Örvar, það er rétt hjá þér, Örvar leysti vel úr því og kom boltanum í gegn á Valdimar Inga. Á Valdimar, en hann var ekki nógu fljótur að átta sig á hlutunum. Það fyrir þetta í hálftíma hérna. Staðan er 0-0 í leik Víkings og Breiðabliks í Bós mótinu 2016. Það var sendingin fyrir og hvað er þetta? Þessi var nú bara á leiðinni. Wow. Þessi var á leiðinni í markið. Alfons bara var heppinn að vera staddur þar sem hann var staddur. Alexander Freyr Hilmarsson með þetta skot og það er Erlingur sem ætlar að taka innkasti, hornið segi. Hér skokkaði leikmaður Víkinga út af, eitthvað linsuvesen sýnist mér. Linsuvesen. Bent á augað og það er líklega linsuvesen. Já. Kemur hérna orðbundan. Það er skallið hérna, Það er hér höfuðmeiðsli. Þá stoppar Gunnar Jarl leikinn. Það var Aron Kári Aðstensson sem að lendi í þessu. Tryggvi, það kemur á eftir í seinni hálfleik, þá fáum við svolítið mikið nýtt blikalið. Já, það er bara flott og kannski eðlilegt að menn geri það á þessum ástíma. Já, Alfons var að halda áfram. Elvar Freyr fara að halda áfram. Hér er skipting til dæmis. Já, Davíð var að skokka af velli og inn kemur leikmaður númer 31 og það er Guðmundur Friðriksson. Þannig hann er kominn inn á Óskar sem fór út á þessu. Nei, Davíð Kristján. Davíð Kristján vinstri bakvörður. Já. Það tekur svona heilan leik að læra þetta sko. Nöfnin. Já, hér er náttúrulega fullt af líka bara ungum og efnilegum strákum sem að við höfum kannski ekki séð mikið til áður og þekkjum ekki en gaman að sjá það að spila. Já, eigum eftir að sjá á þeim. Og þá er það Guðmundur Friðriksson. Davíð Allarsson. Hérna er aukaspyrna, já. Þá fyrir með þessa fínu sendingu. Já, þetta, ég veit ekki, það er náttúrulega rosalega erfitt að láta sig hverfa þarna en Örvar tekur hann skemmtilega niður og hleypur svo á hann og núna erum við komin réttu megin getur við sagt fyrir aukaspyrnu Ívar. Ívar, á hann ekki bara að segja honum Alexander að fara? Nei, það er fínt að hafa hann þarna. Fínt að hafa hann, láta markmanninn aðeins vera tvístígandi en hér myndi ég vilja sjá hann yfir vegg og í hornið þarna. Mark! Akkurat. Ívar Örn Jónsson kemur Víkingum hér yfir með marki á 33. mínútu beint úr aukaspyrnu. Þurfti ekki að spurja að því, Tryggvi? Nei, hann gerir þetta bara hárrétt. Þetta var bara dauðafæri getum við sagt fyrir Ívar og ef þú nærð honum yfir vegginn þarna þá svona eins og markmaðurinn var staðsettur þarna þá á hann ekki séns í þetta. Nei. Flott mark. Frábært. Ívar Örn kemur Leftararnir eru nokkuð lungnir í aukaspyrnu. Það er bara hann. Það er bara hann. Hvað gera Blikar núna? Þeir eru eiginlega búin að vera svona dominandi með boltan. Stjórna ferðinni hérna.
Já, við getum kannski sagt að þetta hafi verið svona nokkuð ódýr aukaspyrna en Já, þetta var bara, já, það er nákvæmlega. þeir nýttu sér það, Víkingarnir, og Ívar að sjálfsögðu hérna skotviss og gerði þetta vel. Þeir spilaði hérna hjá Blikunum. Atli Sigurjónsson með þarna Elvar Freyri mættur í sóknina. Þarna var hann. Það var svona heppinan Örvar. Var ekki Örvar sem fór aftan í hann? Jú, mér sýndist það. En Ívar stóð þetta sér og var á fleygiferð. Náði boltanum fyrir en Víkingarnir voru undan. Víkingar en Blikarnir ná þessu og hefja hér gagnsókn. Andri Rafn Jómann sendur hérna Höskuld. Andri Aron Kári Davíð Atlason. Það skallaði í burtu. Hér kemur skot. Það er nýji leikmaðurinn Strahinja frá Serbíu. Víkingarnir eru öflugir varnarlega. Þeir svona bakka og leyfa Blikunum aðeins að hafa boltann og svo hérna pressa þeir á það og vinna hann og fara strax í sókn. Vel gert hjá þeim. Já. Það var Ívar með tekur í hornspyrnuna. Fastu bolti, skalla hérna fyrir og Kleinur Örn Löðarsson markvörður. Óskar Skuldi með þessa fínu setningu. Hvað gerir Atli í einu? Hann er á undan leikmaður númer 17 Guðlaugur Fannar. En stóknir heldur áfram og Atli. Nei, heyrðu. Ekki veit ég hvort að þetta hafi verið sending eða skot, líklega skot, en lélegt var það. Já. Minnum á laga með Aerosmith, Dream On. Já, það er gott að heyra. Hjá Víkingum er Guðlaugur Fannar. Kristoffer Kári í markinu, síðan er þetta við erum að spila hérna aðeins á tæpasta Tryggvi. Bolti gengur hérna manna á milli og þá koma Blikarnir inn í Atli Sigurjónsson. Neini, þetta er aukaspyrna. Það er dofrifinu okkar. Já, hann mætti hérna aðeins og seint. Aðeins og seint í þetta og tók hann Óskar Jónsson niður. Þetta er ekki bara ágætis færi? Jú, þetta er fínasta færið. Þarna erum við líka með svona ágætis spyrnumann nema hann reyndar ekki búinn að sýna það í dag, Atli Sigurjónsson. Nei, hann er kominn aðeins undir í forgjöf. Og Höskuldur er líka mættur. Þetta er að lengra færi en það er svo sem allt í góðu. Hér stefnir allt í skot. Fyrir Atla Sigurjónsson sem er frábær fótboltamaður þá er nóvember sko, þannig að þetta er allt í lagi. Komið 38 á klukkuna. Atli, þetta er bara fínasta skot en beint í það löngu færi. Þetta var svo laust þegar Kristoffer Karl
hirti þetta. Hann hefur þurft að setja hann í hitt hornið að mínu viti, Já. yfir vegginn Yfir vegginn, já. og í hitt hornið. Og fastar hjá jafnvel. Já. Eins og við segjum, Bósmóti heldur síðan áfram á þriðjudaginn, þá spila Stjarnan og KR í Kórnum í Kópavogi. Síðan á laugardaginn eru tveir leikir. Það er Fjölnir Víkingur klukkan 11:00 og svo er hjá okkur í beinni KRF á klukkan 17. Við ætlum að vera þar, Tryggvi. Já. Við stefnum á það. Það er hóðspilna. Atli tekur hana, gefur stutt hérna Höskuld. Höskuldur aftur á Atla. Það er eftir nógu góð sending. Kemur bolti fyrir Elvar í baráttunni hérna við Örvar Eggertsson, sonur Eggert Bogasonar, Tryggvi. Já, Frjálsíþrótta kóngur Ólympíufari. Stýrir öllu hérna í frjálsíþrótta FH. Vel. Skuldur með... Já, þetta var eitthvað skrítið. Ég held sveim með þá hann hafi verið að skjóta markið. Já, ég held það. Við færum með þetta til bókar sem skott. Ekki á ramman. Nei, ekki á ramman. Það er nú bara slettið af fólki hérna, Tryggvi. Já, er það ekki? Þetta er fínasta mæting. Fínasta mæting hérna. Markið galopið hér. Já. Það er Stranitsja. Já, hann gerir þetta vel. Serbinn, Snýr hann vel á sér og kemur boltanum í leik. Kemur bolta, já, þetta var það er ekki bara laus sending. Og laus sending. Hérna hjá honum Alexander Frey. Það var Andri Rafn Jaman. Hann mátti ekki við marknum þarna. Nei, hann var ekki alveg viss hvað, hann var ekki með mikið plan í haustum á hann laga stað þarna. Það var ekkert plan B eins og maður segir. Hugsanlega voru blikarnir brotlegir þarna en komust upp með það. Við komumst upp með það. Það var Elvar Freyr. Sendingu á Alfons. Elvar með fastan bolta fyrir. Já, hann er nú ekki vanur að vera í þessari stöðu kannski, að vera að koma upp kantinn og gefa fyrir. Nei, hann er svona... Við sáum það. Hann er miðvörður. Fínasta hlaup hjá honum og... Já, hann er búinn að vera að gera þetta tvisvar eða þrisvar í leiknum, að vera orðinn fremsti maður. Þá koma Víkingarnir í staðan, er 1-0 fyrir Víkinga. Það var Ívar Jónsson sem skoraði eina mark leiksins til þessa á 33. mínútu og hérna koma Víkingarnir, það er búið að vefa. Þetta er ekki rétt? Jú, þetta er held ég rétt. Alli sem fær boltan í gegn er ránstöður. Það er spurning hvort að Örvar, ef hann hefði tekið boltan, þá var hann líklega rétt staður og hefði getað farið í gegn. Já, en Ellingur var ránstöður. En hann kláraði þetta vel. Já. Hann á þetta bara inni.
Ég ánægður með dugnaðinn hjá Víkingunum. Já, þetta vel gert hjá Guðmundi Friðriksssyni. Þar Höskuldur, hvað gerir Höskuldur? Það sé það svo mikið, nei, flott, og þá kemur Willum með hörkuskot og glæsileg markvarsla þetta hjá honum Kristoffer Karl. Já, þetta var vel gert, vel útfærð sókn hjá Breiðablik, Tryggvi. Já, þetta var bara fín sókn og flott skot og virkilega vel varið. Við alveg vöknuðum við þetta. Vel varið, gott skot, vel varið og Kristoffer Karl. Kemur hérna hotspinnan. Já, þetta nú. Já. Hárrétt hjá Gunnar Egil dómara. Nú, eins og fyrr segir, þá þessu móti skipt í tvo riðla. Það Sound Sport, þar sem Breiðablik, Víkingur og Fjölnir eru í riðli og síðan það Sound Link, þar sem FHK og Stjarnan eru í riðli. Og þá koma Víkingarnir, Alexander Freyr. Þannig að boltinn greinilega að fara út af bara. Já, eins og staðan núna, þá eru Blikarnir náttúrulega búnir með, eru að klára hérna seinni leik sinn í sínu riðli og eins og staðan bara með 1 stig og fara væntanlega ekki í neinn úrslitaleik með það. Nei. Hér flautar Gunnar Jarl til hálfleiks. Við förum í auglýsingar og komum svo aftur á eftir vonbráðan. Lenovo, þú finnur gæðin. Nýherji. There's strange things going on all over the city. The people behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries. Yesterday, a wizard entered New York with a case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. It was open? Just a smidge. Contain this, or it'll mean war. Fantastic Beasts komin í bíó. Þau fara saman heim til hans. Hún fyrir eitthvað rót í ruslinu. Finnur óléttupróf. Var það jákvætt? Veit það ekki. Ég er ekki bara að klára seríuna. 5500 klukkustundir af safaríkum sögum. Þá þurfum við bara að gera það. Svona á Sjónvarp að vera. Þú fær Sjónvarp Símans Premium með heimilispakka Símans. Þú getur meira með Símanum. Jæja, hann gerist það. Jesús minn, það sem þú leggur ekki á þig þegar ég að trufla mig, sko. Hvort sem þú vilt dotta í magildum yfir dagskráni eða vera hluti af ógleymanlegu augnabliki, sér Míla að það gerist hratt og örugglega. Við tengjum íslensk heimili og fyrirtæki, svo hlutirnir gangi sinn vanagang. Míla, lífæð samskipta. Opel Astra bíll ársins í Evrópu. Fáðu meira en þú átt að venjast. Opel hjá bílabúð Benna. Fáðu þér litríkan Sony Xperia XA og fáðu flotta New Balance 410 strigaskó í kaupæti. Láttu vaða, skelltu þér á síma og skó. Sony Xperia XA og New Balance. Allt sem þú þarft að vita bíó getur þú haft í símanum. Náðu í nýja Sambíó-appið og þú getur kynnt þér hvað í bíó og keypt miða. Í appinu úrval leikja. Auk þess getur þú snúið lukkuhjólinu einu sinni á dag og það hægt að vinna bíómiða og fjölda annara vinninga. Náðu í Sambíó-appið. Það margborgar sig.
Reitir fasteignafélag stærsta þjónustufyrirtæki landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis. Okkar starf að finna fyrirtækjum réttan stað og skapa þeim hentuga umgjörð utan starfsemi sína. Við sérhæfum okkur í þjónustu og rekstri atvinnuhúsnæðis með áherslu á verslunarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði og hótelbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. What if I told you your reality is one of many? Doctor Strange. Forget everything you think you know. Alright. The Avengers protect the world from physical dangers. We safeguard it against more mystical threats. Join us. You cannot stop this. Mr. Doctor, actually. Doctor Strange, kominn í bíó. Það Toyo í kortunum, hvernig sem viðrar. Toyo herstjæledekk, öryggi allan hringinn. Bílabú Benna, Nesdekk og öll betri hjólbarðaverkstæði. Einstök 4K myndgæði. Örþunn yfirburða hönnun. Android snjallsjónvarp. Horfðu í gæðin með Sony. Nýherji. Jæja, góðir áhorfendur, velkomnir aftur til leiks hér í bóksmótinu 2016. Breiðablik Víkingur hér. Staðan 1-0 fyrir Víkinga. Það var Ívar Örn Jónsson sem skoraði markið beint úr aukaspyrnu eins og honum einum með lagið á 33. mínútu. Tryggvi, svona ef við tökum fyrir hálfleikinn, hvað fannst þið svona, hvað stendur upp úr? Já, markið að sjálfsögðu, en blikarnir voru meira með boltan eins og kannski svo ofta áður, sköpuðu sér ágætis færi, kláruðu þau ekki og Víkingarnir voru fastir fyrir og unnu boltan oft vel og fóru strax í sókn og uppskáru einmitt úr einni slíkri sókn aukaspyrnu sem var svona kannski af ódýrari gerðinni en Ívar þakkaði bara pent fyrir það og skoraði eina mark leiksins. Já, það eru talsverðar breytingar núna hérna á þeim sem að koma við skjáin núna og sáu fyrir hálfleik á liði Breiðabliks en nú kannski bara farið yfir það. Það er þannig að, já, það er þannig að liðið er það Sólon Breki, Ólafur Hrafn Kjartansson, Gísli Eyjólfsson, Gunnlaugur Hlynur, Arþór Ari Atlason, Ernir Bjarnason og síðan er það Guðmundur Friðriksson, Aron Karl og Elvar Freyr og Alfons. Arnar Gretarsson þjálfari Breiðabliks, hann gerir svolítið á breytingum, Tryggvi. Já, það er bara að gera. Þetta er staðarstundi þess. Þetta er staðarstund. Gunnar Jarl er dómari hérna ásamt Andra Vigfúsinni og Bryngeiri Valdimannssyni. Og Mílos hefur líka gert einhverjar breytingar á liði Víkings hérna. Þetta kemur svona hægt og rólega inn til okkur. Viktor Andra með 13 kominn inn á. Þetta kemur. En Víkingarnir eru með tvo menn í hérna á reynslu. Já, þeir eru báðir hérna inn á. Hvernig hafa það staðið sér, Tryggvi? Bara þokkalega sýnist mér. Þeir skila bolta vel frá sér og er að verjast vel. Annar þeirra er miðvörður og hinn djúpur á miðinu og þeir eru svona töluvert í boltanum. Koma nummer 19 hjá Breiðablik er Sólon Gunnlaugur Hlynur.
Árni hérna nummer 20. Árið var Freyr Helgason. Og Gunnlaug. Nummer 16 hérna Ernir Bjarnason. Flott sendingarna á Gísla Eyjólfssoni. Gísli Eyjólfsson, hérna Tryggvi Guðmundsson, hann kom svolítið, átti gott tímabil í sumar. Já. Var svona nýjasta nafni bara hjá þeim. Já, þannig séð. Alfons kannski svona helsta nafni sem að stimplaði sig inn hjá þeim, en þeir eru náttúrulega, Blikarnir eru stútfullir af ungum og efnilegum drengjum, enda gott starf, unglingastarf unnið þar, eins og við þekkjum. Þetta er, Númer 6 Jerry, sem frá Bretlandi. Stutt spil hérna hjá Breiðablik og þá kemur Gunnlaugur með skot, en Kristófer tekur þetta. Já, fínasta spil hérna hjá Blikunum og Gunnlaugur Hlynur. Ágætis skot. Það maður svona bjóst við því að hann myndi reyna að setja hann í fjærhornið, en lauma honum í nær og markmaðurinn var vel með á nótunum. Þarna var Elvar með alla sína reynslu. Þjálfari Breiðablik Arnar Gretarsson og honum til aðstofar Sigurður Víðisson. Já, hvað gerir Alfons? Þetta er farið. Já, þetta er rétt. Hann misti boltan út af þarna. Hvað var þetta? Þetta var svona stórskrítið einhvern veginn. Mér fannst þetta að vera meira slys heldur en eitthvað viljaverk. Og það auka spilna sem að Ívar mun taka. Hér eru eins og leyfilegt í þessu móti, svona flæðandi skiptingar, handboltaskiptingar eins og við tölum um. Já, þetta er sé þannig í reglan að þegar bolti leikur stopp, þá má koma inn og við sáum það nú í síðasta leik, það var Erna Björgvinsson, hann fekk að hvíla sig og kom svo feskur inn hjá Stjörnunni. Það var Ívar Örn með
aukaspyrnu. Já, þetta var nú bara... Já, hann við grunaði þetta, lyfti upp höndinni svo hann var að gefa þetta kynna að hann var að fara að gefa fyrir en svo lét hann bara vaða í skotið og fór í vegginn og fær horn. Og horn. Flott hornspyrna þarna og... Já, það var leikmaður númer 13 sem átti þetta annan skalla, Viktor Andri. Þá koma Alfons. Allt og laussetting frá Alfons þarna. Nummer 20 hjá Blikum Ólafur Hrafn. Freyr. Þetta var nú ekki það sem hann ætlaði sér að gera. Eins og hann að segja Tryggvi Örvar Eggertsson var að ganga til liðs við Víkinga frá FH. Ungur framherji. Er á miðárinu í öðrum flokki. Já, hvernig það? Var hann ekki búinn að taka ákvörðun að fara í eitthvað annað lið fyrir 2 mánuði síðan? Hann fór á reynslu til Breiðabliks. Já, einmitt. Var þar í 1 mánuð en þá koma Víkingarnir hérna. Það er Stranicja með sendingu á Örvar. Hann missir boltan aðeins svo langt og það er smá Elvar mættur aftur. Það er svona smá kýtningur á milli þeirra félagana. Já, Elvar var eitthvað ósáttur við Örvar hérna áðan og lét aðeins finna fyrir sér. Já, lét aðeins finna fyrir sér núna. Já. Elvar Freyr Helgason búinn að vera lengi í þessu. Íslandsmeistari með Breiðablik árið 2010. Já, skrapp svo aðeins í mennskuna og aftur heim. Hér er hann mættur. Tilnefndur. Ég skil ekki alveg þessa sendingu. Nei. Þarna var hann með samherja bara út á vinstra kantinum. Það er ykkur svona pirringur í Elvari og hérna fær hann hér fyrsta spjaldleiksins og það er hann. Hann var að reyna frekar erfiðan hlut hérna rétt á hann þegar hann hefði getað gefið hann bara út á vinstra kantinn á samherja. Þá reyndi hann einhverja flotta sendingu og misti boltann og tæklar svo leikmann Víkings og fær guldspjald verðskuldað fyrir. Ívar. Vel spilað. 13. Viktor Andri. Eða Viktor Andra. Og Alfons. Karl föður hans. Hann spilaði með Val. Hans Alfons. Sínum tíma. Hérna væri tilvalið að koma með akkurat þessa sendingu. Nei, hún hefði nátt að fara. Og hvað gerist þetta? Það var Solon Breki sem að náði ekki að... Já, bara fínt varnarleikur líka. Algjörlega. Og Víkingar eru að spila sin fyrsta leik hérna í þessu móti. Það er Viktor
Nei, þetta er ekki brot. Hann lendir samt illa strákurinn. Nú Elvar með eitthvað að stæla, ég veit ekki alveg hvað Elvar... Það einhver hundur í Elvari núna. Já. Strákurinn, Víkingurinn ekki að biðja 1-1 held ég, hann bara einfaldlega meiddi sig við fallið og algjör óþarfi hjá Elvari að rífa hann svona upp á gulu spjaldi og Já, Gunnar Jarl aðeins að það er spurning að hvíla Arnar Grétarsson þar sem það er leyfilegt að hérna með svona flæðiskiptingar eins og þetta kalla að kippa Elvar aðeins bara út af og fá smá vatn. Kæla hann aðeins. Já, þetta var það bara. Það er Elvar Freyr. Sendi hvernig við og Gísla Eyjólfsson. Það sé ekki Gísli heldur boltanum. Arþór Ari, Gísli, reynir skotið, þetta fer í Víking. Já, hann hefði viljað sjá Arþór Ara bara gera þetta sjálfur, fara meiri áræðinni bara í gegn og klára þetta sjálfur. Nákvæmlega. Það er Alfons, Gunnlaugur, Elvar, Alfons, Sólon Bryggi. Arþór Ari sem sendingu í Sólon og þetta bara er áfram. Engi bolti út af. Sólon, hvað gerir hann? Sendingu Arþór og með skot yfir. Já, fínasta spil hjá Blikum, það vantar ekki en það er þetta með að klára sóknirnar og það vantar svolítið bit í sóknarleik Blikana. Og það er ekkert nýtt. Það var eiginlega þeim að falli í sumar og hérna það þarf að finna einhverja lausn á því. Þetta er... Er þetta nokkuð Elvar aftur? Nei, þetta er ekki Elvar. Sem betur fer fyrir Elvar. Þá er þetta nú bara hann Aron Kári Aðstæðsson. Og þá er Ívar mættur aftur? Já, í skotfæri. Það er engin spurning. Ég er nokkuð viss hvað Ívar reynir hér. Hann mun bara endurtaka leikinn síðan áðan og reyna að setja hann yfir. Reyndar hávaxinn veggur núna, en hann mun reyna að setja boltan yfir vegginn og í nærhornið. Já, Hlynur er öllu búinn í markinu. Sjáum að Hlynur er svona stendur fyrir miðju marki og er svona áttar sig á því líklega hvað Ívar ætlar að gera. Nei, ekki fór það yfir vegginn. Ekki yfir vegginn og beint í hendurnar á Linn. Erni. Hlöðversson. Nei, ekki nógu góð sending. Þeir voru mættir hérna 2-3 inn í teginn og sendingin var ekki nógu góð. Nei. Alfons. Það er baka á Aron Kára. Sendir við hérna yfir á Guðmund Friðriksson. Flottur bolti að Rángstað. Já, það ber að hrósa Víkingum fyrir flottan varnarleik. Auðvitað hafa Blikarnir komist í 1-1 færi en svona heilt yfir þá er varnarleikur Víkinga góður hér í dag. Hann er það og
Þeir eru öflugir og viljugir og hérna gera þetta vel. Þetta vildu Víkingarnir fá okkur fyrir sinn snúð en... Já, það var nú bara erfitt að sjá að hverjum boltinn fór og þeir þurfa að taka ákvarðanir. Bryngeir Valdimarsson, aðstoðardómari. Það var hérna með sendingu inn, það var okkur lögur. Árni Bjarnason í nummer 16. Nei, þetta var ekki vel gert en vel retta þarna á Kristoffer Karli. Slæm sending hérna tilbaka. Það veit nú upp á sig sökina. Leikmaður nummer 17 Guðlaugur Fannar. Eða 7, eða 17. Nei, þetta rattar á Víkingana og þá koma þeir í gagnsóknina. Stranicia með þessa sendingu en þetta fer bara til... Já, þetta var svolítið svona blind sending hjá honum í gegn. Hann náttúrulega kannski sér ekki þarna galopinn hægri kantmanninn koma upp. En það snýr hann bak í hann en reynir að setja framherjan í gegn og það var svona vantaði bæði upp á hlaupið og sendinguna. Akkurat. Þá komflikar Guðlaugur, Gísli Jónsson, Alfons, Arnir, Elva Freyr, Gísli með sendingu inn á Alfons. Já, vel gert hjá Alfons. Hann kemur honum fyrir en þar engin blikki. Það er Davíð Atlason sem kemur honum hérna frá og þá er það Gísli Jónsson. Alfons liggur hérna kvalinn eftir. Leikmaður númer 9 kominn hérna inn á. Heitir Patrik Atlason. Sonur Atla Einarssonar. Fyrir hætti leikmanns Víkings og FH fram. Fleiri liða kannski. Já, ég man mest eftir honum úr Víkingunum. Hann var fljótur kallinn og það er Patrik líka að ég held. Patrik er búið að vera svolítið í meiðslum hans ferli núna. Vonandi að það sé bara að koma til baka. Það er spurning hvað þetta er með Alfons. Hann virðist hafa meitt sig á ökklanum, snúið sig. Já, svona bara að vona að þetta sé ekki alvarlegt. En hann er líklega ekki að fara að spila meira. Ég held að það sé á hreinu og... Nei, þá fáum við bara nýjan hérna inn á. Það er leikmaður númer 28 sem er Jón Veigar Kristjánsson. Það er Elvar. Sendingu hérna á. Góð sending hjá Elvari. Arþór Ari rann þarna aðeins til. Það var flott sending hjá Elvari. Patrik.
Gett hjá Davíð. Númer 16 Stefán Bjarni. Mílós búinn að setja svolítið svona mikið af nýjum mönnum núna hérna inn á. Já, það hérna... Það svona týnist svona smátt og smátt hjá okkur. Fullt af drengjum sem voru í öðrum flokki í sumar. Einhverjir af þeim gengnir upp og einhverjir af þeim ennþá í öðrum. Já, vel gert. Það var Elvar tæpur. Það væri búin að halda okkur svolítið við efni hérna. Þessum leik. Koma Víkingarnir í 13. Nei, Blikarnir ná þessu og... Þarna var sendingin í gegn á Patrik fannst mér. En það var kannski ekki alveg nógu gott samband þeirra á milli þarna. Og hvað gera þeir 3 þarna Blikarnir? Vel gert, já, Kristoffer. Í marki Víkings. Setur hérna leikmann nummer 23 væntanlega. Nei, ég sé þetta ekki alveg. Sástu númeri á 25. Garðar Logi Ólafsson. Já, vel gert hjá Sólon Brekka. Hvað gerir hann? Skott og... Þetta var skemmtilega gert. Tók hann fallega með sér hérna og nær ágæti skoti en framhjá. Elvar enn og aftur. Og hann að fá rautt. Já, það gult og rautt. Það er búið að vera einhver hundur í Elvari í dag og það svona einhvern veginn eins og hann sé að biðja þetta og bara farin úr treyjunni og hann eitthvað að drífa sig heim, strákurinn bara. Það er búið að vera skrítið skap í stráknum í dag. Blikar að vera einum færri. Elvar dögulspjöld. Þetta er náttúrulega alveg vita vonlaus tækling hjá leikmanni sem á gulu spjaldi og... Við töluðum það áðan að það hefði kannski verið snilld hjá þjálfara teimið Breiðabliks að taka hann út og kæla hann í nokkra mínútur. Já, en bara því miður þá... Heyrðu ekki í okkur? Þeir heyrðu ekki í okkur. Við erum oft með lausnir hérna. Já, við erum ekkert jafn vitlausir og við lítum út fyrir að vera. Nei. Já, Patrik svolítið aðgangsharður hérna við. Ég var búinn að skynja þetta. Við sáum hérna áðan svona smá kýtning á milli Elvars og Örvars og svo í kjölfarið þó það var nú ekki verið tengt Örvari þá fekk hann gult spjald og já, eins og ég segi, það er búið að vera einhver hundur í Elvari í kvöld. Kannski erfið helgi að baki, ég veit það ekki. Það getur verið, við veitum það ekki. Þetta var þetta góð helgi á mér fyrir þig að veit það, Tryggvi. Já, þú var væntanlega að fara á fjall. Ég fór á fjall í gær og svo fór ég á jólahlaupborð í vinnunni. Hrikalega gott. Purustek. Var að ræða það eitthvað? Nei. Það er eitthvað spilna. 27 mínútur eða 28 mínútur komnir á klukkuna. Gísli Jóls sendingu hérna á Jón Veigar, sendingu fyrir Davíð Atlason. Þetta í rauninni þegar svona fáli í riðli Tryggvi ef við segjum svo að Víkingar vinni þennan leika þá bara nægir jafntefli á þeim á móti Fjölnir og já, þá spila þeir úrslitaleik. Þannig er Artur Ari með skot. Það fór nú jafntefli í fyrsta leiknum í hinu riðlinum.
Já, akkurat. 0-0 hjá Stjörnunni og FH. Og fréttir úr Hafnarfirðinum eru þær að Gunnar Níelsen verður ekkert með næstu mánuðina. Það fyrir uppskurð. Já, það passar. Vignir sem nýkominn til þeirra fær þá sensinn í vetur til að sýna sig og sanna. Heldur betur, það flottastrákur. Já, hann stóð sig vel einmitt í þessum leik sem við sýndum og lýstum á móti Stjörnunni einmitt. Já. Greip vel inn í, það var svo sem ekkert brjálað að gera hjá honum, hvað var þar vörslur og annað, en hann var öruggur í leik sínum. Hann var það og svona þegar maður skoðar á þann leika þá voru það markverðirnir, Haraldur Björnsson og Vignir sem voru svona aðalmennirnir í þeim leik að mínum mati. Já, Haraldur var svona, hann átti flottar vörslur. Hann þroskast mikið eftir að hafa verið þarna erlendis 5-6 ár. Hefur verið svona viðlófandi landsliðshópinn svona þegar það hefur vantað íslenska. Þetta er gult spjald. Leikmaður númer 14. Missir boltan illa hann inn á miðunni og já, sér sig knúinn til þess að brjóta þarna, annars eru þeir konir í gegn. Ég vil nú veikja það, ég ekki með neitt númer 14. Ég veit ekkert hver þetta er. Spilna sem að Blikar eiga. Nei. Alls ekki nógu góð hornspyrna hjá Blikunum hér. Já, hann kokkið hann í markinu. Já, hann er búinn að spila vel í dag finnst mér. Skemmtileg sending hérna. Já, vel gert og það er Patrik Allarsson. Klaufarlegt hjá honum. Já, þetta var klaufarlegt. Sama hlaupastíl og Karl Fæðans. Kemur Blikar að Ólafur Hrafn. En nú aftur djarfa sendingar hérna hjá Blikunum, hjá Víkingunum og þeir eru svolítið að hleypa Blikunum inn í leikinn með þessu. En þeir sleppa fyrir horn, en nú aftur. Gerir Patrik hann í barðunni, nei. Blikarnir á undan í þetta og Bjarnason kom boltanum til Hlyns, Arnar í markinu. Þarna liggur einn Víkingurinn eftir. Já, samstuð. Samstuð. Ekki brot, en hugsanlega hefur þetta verið vont. Já. Eitt 0 er staðan hér fyrir Víkinga. Ívar Örn Jónsson með markið úr aukaspyrnu á 33. mínútu. Þetta er fyrri hálfleikur, seinni hálfleikur, hvort svona
Hvor þessi skemmtilegri? Þetta ósköp svipað, verður ég að segja. Það bara fínasta tempo á þessu. Þetta svona mistök á báða bóga og allt það, en eins og við sjáum hér, mér finnst Víkingarnir verjast vel og spila þetta vel og spila vel úr þessu. Þeir eru svolítið svona sjálfum sér hættulegastir með djörfum sendingum, en þeir hafa sloppið hingað til. Já. Fínt spil hérna á Víkingum, þá komaði sendingu líklega rangstaða og hendi. Þorrari. Við verðum að geta þess að Blikarnir eru einum manni færri. Það búið að víkja Elvari Freyr Helgasyni af leikvelli fyrir 2 gul spjöld. Já, og eins og við komum inn á hérna, það lá í loftinu og við vildum kæla Elvar, en Arnar Grétas sá það ekki. Það komið nýr markmaður í marki hjá Peter Cech. Víkingarnir með 16 hjá Víkingum með Stefán Bjarni. Fín sending hérna upp kantinn. Svo var hann að... Nei, þetta var ekki víti. Það var bara boltinn allan tíman. Gunnar Jarl Jónsson. Hann var að reyna að sækja þetta víti í staðinn fyrir að bara halda áfram og taka boltann og reyna að gera eitthvað úr þessu. Nákvæmlega. Hérna eru að koma 3. Það eru að koma hérna 3 leikmenn inn á. Númer 20 er Logi Tómasson, númer 26 er Halldór Þórðarsson, hann er sonur Þórður Marelssonar, manstu eftir honum, fyrirhundi leikmaður Víkings. Nei. Það varst í eiginmaðurinn tíma, barnaskóla. En þetta eru strákar sem voru bæði í öðrum og þriðja flokki hjá Víkingum í sumar, þannig að þetta er... Og Guðlaugur Sigurðsson er að koma inn á þetta númer 15. Já. Davíð Atlason fyrir hérna út af. Tryggvi þessar leggli, verður þetta bara orðin eitthvað svona bref? Já, það er misjafnt hvað menn vilja í þessu. Sumir vilja hafa þetta stórt og breitt og aðrir vilja hafa þetta eins lítið og hægt er. Já. Sending á Patrik. Sending hérna í gegn. Patrik er hérna
Það er svona eins og að vanta eitthvað aðeins upp á leikformið hjá honum. Það er svona ekki alveg nógu mikill taktur í honum. Þetta var fínasta sending og þarna fekk hann boltan bara fínt og hefði getað skallað hann áfram og komið sér í gegn, en einhvern veginn náði hann að skalla hann aftur fyrir sig. Arþór Ari. Þetta er bara markspyrna. Þetta fer nú að líða að lokum hérna. Staðan er 1-0 fyrir Víkinga. Ívar Örn Jónsson með eina mark þessa leiks. Með 20 hjá Víkingum er Logi Tómasson. Já, ungur efnilegur strákur. Patrik hérna berst eins og ljón hérna frammi. Hérna þarf hann að koma út á vinstri vænginn, hann sér hann ekki. Það er leikmann á 14 sem við því miður höfum ekki upplýsingar um. Gulli er hérna mættur á vinstri, hefði átt að fá hann á hann, fær hann núna. Þá kemur bara skott og þetta er hotn vantarlega. Já, við erum 28. Hefur verið alltaf að landa þessu Víkingarnir bara 5 mínútur eftir. Ágætis hugmynd en sendingin léleg. Garðar Logi Ólafsson. Já, við verum aftur í útsendingu á laugardaginn klukkan 17 hérna úr Eiðisvöllinni þegar að KR og FH eigast við. Á þriðjudaginn eru síðan leikur Stjarnan og KR eigast við. Svo er annar leikur í bóðsmótinu Fjölnir Víkingur klukkan 11 en við verðum með KR FH í beinni hjá okkur á laugardaginn kemur. Þá skýrist hvernig þetta spilast. Þetta spilast þannig að það spila sæti frá fyrsta og niður. Já, sigurvegarar riðlanna eðlilega spila úrslitaleik og annað sæti spilar bronsið. Já, og væntanlega þá þriðja sæti líka í fimmta sæti. Í fyrra var það Stjarnan sem sigraði þetta mót. Vel gert þarna hjá leikmanni nr. 26, Halldór Þórðarsson. Þetta er hérna, hann er Patrik. Hvað gerir Patrik? Þetta er bara vel gert hjá blikanum. Góður varnarleikur. Hjá honum Erni Bjarnarsinni, heiti ekki, nr. 16. Þetta var erfið sending í gegn þarna. Hefði mátt koma þessu áfram út á vinstri kantinn. Skemmtilega spila hérna hjá blikunum. Já, ég er hérna með, klárum þess að sókn, ég er með hérna smá frétt, Tryggvi.
Þú lumar alltaf á fréttum. Já, ég var að tala með Sigurður Víðsson. Hann var í aðstoðarþjálfari hjá Breiðablik. Það er líka annar aðstoðarþjálfari. Kári Ásalsson. Já. En hann er bara eins og er í frí. Það komið til skila, hann er komin í jobb hjá liðinu. Gamli fyrir liðin. Já, það er flott. Arason Lambreggi. Hugmyndin var góð, en já, vel gert áfram. Gísli Hjálsson. Og Veigar þarna og já, þeir koma þessu frá. Þetta er að detta í 45 mínútur eða 90 mínútur hérna. Það var að Patrik Atlason. Já, gerir þetta vel, sterkur. Þetta kemur bara næst. Nú fyrir Gunnar Jarl að flauta þetta af hvað og hverju. Hvað gerist? Já, vel gert hjá Kristóferi Karli í markinu. Hann er búinn að vera mjög sprækkur og öflugur. Sjáum hérna, þeir eru konið 3 á 3. Ef hann nær þessum, aðja. Það eru 3 og 4. Það er hann að fá hann yfir, já, gerir vel. Nýttu svo mannin hérna, nei. Hörkuskot og vel var hjá markmanninum. Hann ákvað að skjóta hérna, hann var með gott hlaup. Hann var með gott hlaup hérna. Upp vinstri flankinn. Já. Það kemur hornspyrnan hérna hjá Víkingum. Tekinn stutt. Og það er hörkuskot. En yfir. Og í þeim töluðu orðum flautar Gunnar Jarl Jónsson, ágætur dómari þessa leiks til leiksloka. Víkingur sigrar hér 1-0, koma sér á toppinn í þessum riðli í Bósmótinu 2016. Við verðum aftur á ferðinni hér í þessu móti á laugardaginn, kemur klukkan 17 þegar að FH og Stjarnan eigast við. Ég, Tómas Mægir og Tryggvi Guðmundsson þökkum kærlega fyrir okkur í kvöld ásamt tæknideild Sport TV. Verið sæl.